Spurt var viðhorf Íslendinga til heilbrigðisþjónustunnar í þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar núna í vor. Niðurstöður sýndu að eindreginn stuðningur við að hið opinbera annist hana, 81% landsmanna því hlynnt. 18% landsmanna vilja að heilbrigðisþjónustan sé rekin jafnt af einkaaðilum og hinu opinbera, en nánast engin stuðningur við það að hún sé rekin fyrst og fremst af einkaaðilum. Þannig að það að opna fyrir fjölbreyttari rekstrarform, útboð eða annað slíkt, ég útiloka slíkt ekki. Nei. Mér finnst það ekkert vera svona einhvert heilat mál, að það þurfa að vera pjúra ríkisrekstur. En við höfum dæmi það, eins og til dæmis bara með S.A.A. sem rekur afvötnunar sjúkrahús á Vogi, sem sjálfseignarstofnun, einkarekstur, ef mætti fara út í það. Það má alveg kalla það þar segja, þannig að sem hefur bara gengið mjög vel. En eru þetta þiggja ríkisfé á hverju ári og svo eitthvað sjálfsaflafé. Fyrir það fyrsta vil ég bara segja, við erum opin fyrir því að bæta þjónustuna við almenning með ýmsum hætti. Rúnar Vilhjálmsson, prófessor, fór yfir fjölmargar rannsóknir sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum og Evrópu árangur ólíks reksturs heilbrigðisþjónustu. Niðurstöðurnar sýna að þegar mat lagt á aðgengi að þjónustu þá koma félagsleg kerfi eins og hér hefur verið best út. Blönduð kerfi eins og eru í Vestur-Evrópu næst best, en lakast aðgengi að þjónustunni í kerfum sem í einkarekstri. Kostnaður lægstur í félagslega kerfinu og lýðheilsa best. Virðulegur forseti, þetta mikilvæg umræða. Við í Bjartri framtíð höfum ekki kippt okkur jafn mikið upp við yfirlýsinguna í kjölfar læknadeilunnar eins og kannski margir aðrir. Við höfum það á stefnuskráni okkar að styðja fjölbreyttir rekstrarform í heilbrigðisþjónustu. Ég held að það þurfi í því verkefni að efla heilsugæsluna að horfa til fjölbreyttra rekstrarforma. Að reyna að nýta sér aflið sem felst í frjálsu framtaki til þess að byggja þetta upp. Þannig að eftir því sem við getum sagt bæði fjármögnun og rekstur fer úr opinberi, frá því opinbera og til einkaaðila, að þá verður stýring eða stjórnun þjónustunnar og kerfisins erfiðari. Og þá sjáum við að þegar við innleiðum einkarekstur í félagslegum kerfum, þá verður þjónustan oft brotakenndari. Hún fer á margra hendur og þetta oft aðilar sem í ófullnægjandi samskiptum á milli sín og jafnvel í samkeppni skjólstæðinga þjónustunnar. Þannig og þó að þeir sem noti þjónustu einstakra starfsmanna séu kannski ágætlega ánægðir með þá þjónustu sem þeir fá, þá getur verið að kerfið í heild sé að verða brotakenndara og árangur þess sé að minnka á sama tíma. Þú skoðaðir þetta á ráðstefnunni og fórst fyrst yfir hvernig einkavæðing skilgreind. Já, það virðist ríkja nokkur misskilningur notkun á hugtökum og eitt að það talað af sumum að einkavæðing feli eingöngu í sér einkafjármögnun, þar að segja að einstaklingar eða tryggingafélög aðri slíkir borgi þjónustuna, en meðan ríkið borgi þá sé ekki verið að tala einkavæðingu. Þetta mikill misskilningur. Einkavæðing þríþætt í grófum dráttum. Hún getur verið í formi hreinlega sölu, fyrirtækis í opinberri eigu eða stofnunar, eigna sölu hreint og beint. Hún getur líka verið þessi einkavæðing í formi einkafjármögnunar, aukinar einkafjármögnunar, þar sem að sjúklingar bera meiri kostnað eða aðrir aðilar koma inn eins og tryggingafélög til að fjármagna heilbrigðisþjónustuna. Þar værum við að tala einkafjármögnun og í þriðja lagi aukin einkarekstur. Það líka hluti af einkavæðingu. En það kannski algengast í misskilningunni hér þegar menn segja að það skipti ekki máli hver reki þjónustuna, það sé ekki einkavæðing meðan ríki borgi, en þetta er misskilningur. Já, þessi einkarekstur, það fellur undir. Aukin einkarekstur dæmi aukna einkavæðingu á þessu formi, þessu einkarekstrarformi.